Komdu sæll og blessaður, kæri krabbi. Hér hef ég dregið töluspil fyrir þig. Þetta eru ný spil sem ég aðeins að æfa mig á að nota. Tek fram að ég ekki talnaspekingur, en ég með góða leiðbeiningar hér með spilunum og ég vona að eitthvað komi hérna fram sem að geti kannski orðið þér að gagni. Kæri krabbi, þú hefur fengið hérna töluna 72 sem að útleggst líka sem tala 9 eða þú leggur saman 72. Það fyrsta sem ég tek eftir á þessu spili, það eru sæhestarnir hérna. Sem eru auðvitað sjávardýr, eins og þú, kæri krabbi. Þannig að þetta er skemmtilegt að sjá. Sæhestar eru í miklu uppáhaldi hjá mér sem tákn og bara sem svona, hvað á ég að segja? Get ég kallað á furðudýr. Þeir eru mjög sérstakir og til í mörgum stærðum og gerðum, ótrúlega litskrúðugum og alveg niður í bara mjög daufa, gráa sæhesta. Þessi tala tengist einum af þeim sem að kallaðir hafa verið uppljómuðu meistarar. Einum af uppljómuðu meisturum. Þessi uppljómaði meistari sem á þetta spil hefur verið kölluð Kanyin og ég held ég sé að bera það rétt fram. Hún hefur verið kölluð Lady Kanyin. Þetta er sem sagt kínversk gyðja og hún er uppljómaður meistari skilyrðislausrar ástar. Þannig að hér er mikil ást og kærleikur í þessu spili. Hún hefur mikla samkennd með öðrum og er þekkt fyrir að vera miskunnsöm líka. Mikill heilari og er sérstaklega þekkt fyrir að tengjast heilun tilfinninga líkamanns. Hún trúði því, eða trúir, þó að hún sé sem sagt ekki lengur í líkama eða í jarðvist, að mikið af veikindum fólks í jarðneskum líkama stafar af tilfinningum þeirra eða ójafnvægi í tilfinningalíkamanum. Kanyin er hér núna til þess að hjálpa til þér og þeim sem tengjast þér að heila og hreinsa allan tilfinningavanda eða særindi sem að fylgja þér eða eru til staðar hjá þér og einnig til að hreinsa út alla reiði sem þú geti verið að finna fyrir eða reiði sem að situr föst í tilfinningalíkamanum. Hún er sú sem heyrir bænir fólks. Þú getur kallað á aðstoð hennar þegar þið vantar vernd eða hjálp. Hún er sérstaklega tengd börnum og elementið hennar er vatn. Líkt og þitt element, kæri krabbi. Það er líklega þess vegna sem að þessi sæhestar eru hér. Litirnir sem tengjast Kanyin eru svona djúpbleikur og mjúkbleikur. Ég veit ekki hvernig ég á að þýða þessa liti. Á ensku er þetta deep magenta og soft pink. Þetta eru bara litirnir sem þið sjáu hér. Þetta er eiginlega, við myndum kannski bara einfallega kalla þetta ljósbleikan og dökkbleikan. Látum það bara duga. En ef þú veist
einhver önnur heiti, þá er það bara gott. Það er hægt að stafa nafnið hennar á ýmsa vegu og svo kemur hérna upptalning og að kalla á hana er nóg svo að hún heyri bænir þínar. Þannig að það þarf enga serimóníur eða einhver ákveðna takta til þess að ná sambandi við hana. En að sjálfsögðu fer það bara eftir því hverju þú trúir eða kýst að trúa og hvort að það sé eitthvað fyrir þig. En þetta var allavega spilið, kæru krabbar, sem að þið dróuð í dag. Og þar með ætla ég bara að láta þetta duga í bili. Ég vona að þið finnið einhverja leiðir til að láta þetta hjálpa ykkur með verkefnin ykkar eða það sem þið eru að fást við. Ég óska ykkur allsins besta, ljós og kærleikur.